Hingað kominn Jón F. Thoroddsen. Jón, þú skrifaðir í suma bók sem heitir Íslenska efnahagsundrið, flugeldahagfræði fyrir byrjendur og þetta merkileg heimild margt sem að gerðist fyrir hrun og á tíma hrunsins, en þú hefur svona verið að vinna upp ýmis atriði í bókinu og fara í þau nánar og ert alls ekki hættur. Og það sem þú hefur nú verið að skoða hérna og við ætlum að ræða, það íslenski verðbréfamarkaðurinn eða hlutabréfamarkaðurinn og ekki síst hvernig lífeyrissjóðirnir koma inn í þennan markað og þú kallar þennan hlutabréfamarkað mesta gervimarkað sögunnar. En ef við byrjum, þú tókst saman handa mér svona sýningu með glærum líka, eins og Hjálmar, og ef við byrjum þá á kannski áður við svona, þú færir rök fyrir því hversuna þetta svona mikil gervimarkaður, ef við byrjum þá á lífeyrissjóðunum. Já, það kannski, á Þorláksmessu 1997 samþykkir Alþingi lög sem að gerir það verkum að fjármálaeftirlitið fær að ákveða hvað telst viðurkenndur verðbréfamarkaður, þar sem að fjárfestingar lífeyrissjóðuna mega, eða þangað sem fjárfestingar lífeyrissjóðuna mega fara. Nú ég segi hugsanlega voru hérna stórkostleg mistök gerð. Þessi lög eru hugsanlega valdur að þessari bólu sem hér varð. Vegna þess að íslenski hlutabréfamarkaðurinn, hann bara svo ungur. Hann stofnaður 1985 en reynslan sem komin á starfsemina þar bara svo lítil að ég segi, var þessi íslenski hlutabréfamarkaður uppfylltan skilyrði til þess að vera alvöru markaður á þessum tímabili. Og síðan fjárfestingarstefna lífeyrissjóðanna ákveðin þarna og nú komin upp glæra þarna samanburðin á Íslandi og Noregi. Og þá segi ég, hvernig kauphöll erum við með á Íslandi? Við erum með fá fyrirtæki, við erum með fáa markaðsaðila. Þetta svona ekki mjög frábrugðið í Noregi. Það aðeins fleiri fyrirtæki, helmingi fleiri aðilar sem kaupa og selja bréf, en fjármálageirinn ríkjandi hjá okkur, en ekki í Noregi. Og það líka munur að það eins og við segjum á næstu glæru, það engin erlend fjárfesting á Íslandi. Nei, og það kannski svona eftir á hyggja, þá segir við fengum erlendu fjárfestina svolítið seinna, fengum Altani og einhverja svona þekkta menn úr útlöndum, en á þessu tímabili vildi engin fjárfesta, nema í einu fyrirtæki. Og það Össur, sem náttúrulega mjög einstakt fyrirtæki. Framleiðslufyrirtæki. Framleiðslufyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki og frábært fyrirtæki. Og þar kemur einhver erlend fjárfesting inn, Hildi Mare líka. En annars bara áhuginn á því að lána okkur, en ekki á að fjárfesta hjá okkur. Og jafnvel, maður velti fyrir sér, vissu þessir aðilar þennan markað hvað hann var ófullkominn þegar að lána okkur. Sjálfsagt hafa að hluta til gert það vegna þess að menn voru tilbúnir að lána mönnum sem gátu greitt fyrir sitt húsnæði í Bandaríkjunum, þar sem þessi undirmálslán koma. En það mikill áhuga að lána, en engin áhuga að fjárfesta. Og þá erum við komin að því hvernig hann lítur út svona varðandi stóru leikendur. Það í rauninni, hlutabréfamarkaðurinn bara markaður þessara banka hér á Íslandi. Þannig að sjáum við á þessari mynd, þá sjáum við hlutdeild 3 stærstu bankana á Íslandi og Noregi. Og 3 stærstu bankarnir á Íslandi eru með 80% af veltu á markaðunum. 3 aðilar sem eru nátengdir. Og seinna hefur komið í ljós að ástæða þessara veltu ekki bara, þeir eru stærstir, en það þessi gríðarlegu lán bankana til hlutabréfakaupa, mestmegnis í sjálfum sér. Við vorum að fá að vita það núna á föstudaginn, eða það var verið að taka það saman, og það næstu í 50% af öllum hlutabréfum kaupþings lánað af bankanum sjálfum, helmingurinn. Þannig að það sérkennileg bankastarfsemi. Það mjög sérkennileg bankastarfsemi. Og þarna ertu með samanburðarlandið, bræðralandið okkar, og í bræðralandinu, þar eru 3 stærstu aðilarnir með þarna 24% og stærsti einstaki aðilinn með 8%. Þannig að þetta ekki, þarna ertu með markað, það sem að koma saman kaupendur og seljendur og það myndast eitthvað markaðsverð, en við erum með samráðsmarkað. Það ekki? En nú kíkjum við á það, samráðsmarkað, það sem gerist þegar fjárfestingafélagi Gnúpur lognast út af þarna í árslok 2007. Þá gerist undarlegir hlutir. Það ennþá markaðurinn ennþá svolítið aktífur, það mikil velta á íslenska markaðurum og Gnúpur lendir í vandræðum yfir skuldsett félag, en
En það eru kaupendur af þessum bréfum. Þeir áttu gríðarlega stóran hlut í FL Group, næststærsta eignarhlutin í Kaupþingi. En kaupþingsbréfin fara ekki, þeim ekki sturtað á markaðin eins og sagt er. Nei. Þau eru gripin af einhverjum aðilum sem telja mikil kauptækifæri í Kaupþingbanka þegar flestir aðilar í heiminum eða enginn út í innum heimi eða bara allur heimurinn að losa sig við banka og fjármálafyrirtæki. Ég bara eftir að lánsfjárbólan sprungin. Já, hún springur hérna í júlí eða 2007 og þarna eru komin undir áramótin. En þá hérna félag gift, eignarhaldsfélag, sérstaklega ástæðu til þess að kaupa með stóru láni frá Kaupþingi og þar með það sameignarfélag gert gjaldþrota í rauninni með þessum kaupum. Og síðan eru lífeyrissjóðirnir að kaupa. Og þeir eru að kaupa þetta? Já. Það er mjög undarlegt. Já. Og af hverju ættu þeir að vilja kaupa þetta? Já, maður telja að þarna væru sérfræðingar í fjárfestingum sem að fá greiningar á hverjum einasta degi. Af hverju eru þeir að bæta við sig í Kaupþingi? Og við sjáum næstu glæru. Bara þá er þetta sett upp á einfaldan hátt. Þá sjáum við bara hættuna af íslensku bönkurum, þarna rauða línan. Og skuldatryggingar álag íslensku bankana er bara svo langt yfir það sem eðlilegt getur talist. Og til samanburðar er Danski Bank, sem er enda kannski aðeins önnur bankastarfsemi en engu að síður banki. Og ég meina, þarna eru hættumerkin blasa við. Samt sem áður vilja lífeyrissjóðirnir sem áttu nótabenni mjög mikið af bréfum í Kaupþingi sjá þeir sérstaklega ástæðu til þess að bæta við sig. Þá komum við að þessu glæru, samtryggingunni hér á markanum. Já, það er í rauninni það sem gerist þarna með Gnúpin. Gnúp eru gerður upp og þau bréf eru öll seld. Það finnast kaupendur. En ef það á að stinga á fleiri kílum, fleiri fjárfestingafélögum eða verði lækkan mikið meira. Já, eins og Exista, Eglu, FL Group, Bauji og Samson, þessum risafélögum. Og einhverjum eignum þeirra, Glitni eða hvað sem það er, eða minni fjárfestingafélögum sem áttu bréf í Glitni eða hinn og þessu, þá er ekki markaður fyrir það. Þannig að það sem þeir gera, bankastjórnendurnir, þeir gefa bara skipanir að gera ekkit upp þessi félög. Það fær engin annar að fara á hausinn. Nei. Það gerist bara við hrunið í október. Þeim er bara haldið einhvern veginn lifandi. Já, eins og við sjáum á Wikileaks lánabókinni. Það er einhverja niðurstöðu. Það er ekki líklegt til þess að þeir borgi, það er ekki líklegt til þess að borgi, en það er ekkert verið að innheimta neitt. Nei. En á sama tíma, og lífeyrissjóðirnir taka þátt í þessu, þeir selja ekki og svo eru feldar niður þessar persónulegu ábyrgðir þeirra sem hafa verið að... Já, á sama tíma. Og þá veltir maður fyrir sér. Svo er hérna samanburður á tveimur mörkuðum, bara svona, svo maður sjá þetta svona, þarna er FTSE-vísitalan í Bretlandi, það er einhver svona eðlilegir markaður, hoppar upp og niður, en þarna sjáum við íslenska markaðinn. Við sjáum þetta Brattafjall, sem er kannski afsprengi þessara lagasetningar. Það að hleypa öllum peningum lífeyrissjóðana inn á þennan vanþróaða markað. Ég vek athygli á því að kring árið 2000, 2001 og 2002 áttu lífeyrissjóðarnir 10% af eignum lífeyrissjóðana var í innlendum hlutabréfum. Þetta hlutfall ríkur síðan upp í 30%, 25-30% hjá íslensku sjóðunum. Þannig að þeir eru að bæta við sig, þeir halda áfram að kaupa upp markaðinn, þannig að þeir eru stórir þátttakendur í því að veðja á þetta kerfi. Þegar hugsanlega lagasetningin hefði átt að takmarka, neða hvað markaðurinn vanþróaður, og þá hefði átt að takmarka ekki að hleypa öllu sparifél landsmanna inn í þessi félög. Og það er stjórna þarna fáir menn. Fáir menn sem eru nátengdir bönkunum. Já, og svo eru náttúrulega stjórna lífeyrissjóðunum líka mjög fáir menn. Og þó að þeir séu allir sérfræðingar. En svo við sjáum þessa markaðsmisnotkun sem er oft verið að tala bara á grafi. Þá sjáum við hérna hlutabréfaverð Kaupþings, það byrja náttúrulega lágt og síðan kemur þessi bóla og það sem er merkilegt þessa mynd, þarna Kaupþing blátt, að verðið frá því að það nær toppi, þá halverasta, tæplega halverasta, áður en að bréfin verða verðlaus á einni nóttu. Þannig að þú sem hluthafi, þú veist að bréfin hafa hækka, en þú selur ekki að því að þau lækka svo lítið. Hefðu þau lækkað ekki í 650, heldur þau verið búin að lækka úr 1400 í 100, þá hefur haft allan þennan tíma til þess að ákveða nú selji bréfið mín. En eins og gerðist í tilfelli Northern Rock þegar þú ert með heilbrigðan markað. En þú vilt meina að það hafi verið markaðsmisnotkun eins og menn eru að tala um?
Já, það allavega eitthvað sem, það mjög undarlegt hvað verðfallið á Kaupþingi var bratt úr 13, þarna tæplega 1300 niður í 700, en síðan þetta bara flöt lína sem sést nú kannski ekki alveg nú vel á þessu grafi því að tímabilið voru langt, síðan þetta flöt lína allt árið 2008 fram að falli. Svo komum við aftur á lífeyrissjóðunum. Já, hérna svona, þetta í rauninni, þetta hérna lífeyrissjóð, þetta eru peningalífeyrissjóðuna sem eru svona kannski fjárgrunnurinn á Íslandi síðan að Íslendingar eitthvað sparifé. Þannig að bláa línan lífeyrissjóðunir, þeir markaðsvirði lífeyrissjóðuna hærra heldur en hlutabréfamarkaðarins. Alveg fram að hverju? Einkavæðingu bankana. Já. Og þá spýtist í. Hvað gerist þá líka? Þá gerist það að lífeyrissjóðunir hætta að eiga 10% í innlendum hlutabréfum. Þeir fara að fikra sig upp í að eiga 25-30%. Þeir eru beinir þáttakendur og í rauninni þetta olía á eldin. Þarna erum við að kynda markaðinn sem síðan háður því að þarna verið að lána einstaklingum og fyrirtækjum með veði í bréfunum sjálfum og það þarf að borga vexti af því og þá þurfa bréfin að hækka. Það er nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt. Já. Þannig að öðruvísi gengur þetta ekki og þess vegna þetta líkt einhverju, það sem þú getur kallað Ponzi scheme, Bernie Madoff, það alltaf þessi gríðarlega þörf á hækkun. Markaðurinn má ekkert vera flatur. Þá hann dauður. En hvernig standa þá lífeyrissjóðirnir eftir allt þetta ævintýri? Já, ég hef svona aðeins verið að gagnrýna þessa framsetningu. Það skýrsla þarna frá fjármálaeftirlitinu gengi lífeyrissjóðana á síðasta ári. Þá þetta tekið saman. Og það sem að gagnrýna lífeyrissjóðirnir hérna segja sjálfir. Við höfum staðið okkur miklu betur en lífeyrissjóðirnir í nágrannalöndunum. En það ekki tekið inn í að krónan hérna að falla 80%, þannig að allar erlendu eignir sjóðana 30%. Já. Jafnvel þó að verðbréfa eignin sem var 25% hafi fallið 40% í verði, þá hefur krónan vegið þetta á móti. Það ekki eins og athugasemd þetta atriði í reikningum lífeyrissjóðana. Þannig að það eins og, já, við töpuðum, en í rauninni, raunávöxtun lífeyrissjóðana sögðu vera 22% eitthvað svoleiðis á síðasta ári, en væri kannski nærlagi en hún væri 32%, ef við myndum festa þetta við evru gengi, það að segja erlenda hlutan, útiloka hann, töfum hann bara sér, að því að nú getur krónan skoppað tilbaka, þá gengur þetta allt tilbaka. Já, við þurfum að klára þetta, mesti gervimarkaður heimsins, fyrir og síðar. Já, í rauninni með því að ef þú tekur þessa jöfnu, ég heldum þetta að vera markaður, en þarna nokkri bankar, segjum einn banki, Kaupþing lánaði mest, stjórnaði mestu, einn banki stjórnar markaðinum og það þetta að summa það, hvort þetta séu 10-12 menn, niður í einn mann. Já. Þannig að þessi markaður, þetta hétur reyndar einu svona verðbréfa þing Íslands. Já. Þannig að það væri eiginlega nær lagi að þetta væri ekki, þingnafnið væri betra heldur markaður, því að ekki markað að ræða. Nei. Og þá þetta frekar Kaupþing, þar sem menn kaupa bréf en fá ekki að selja. Þessi kaupa. Menn mega kaupa en mega ekki selja. Já, maður spyr sig. Já, og þessum verðmyndunin bara... Já, þarna koma menn saman, þetta eitthvað þinghald, en þetta ekki markaður í þeim skilningi. Þannig að þetta ekki mest gervimarkaður heimsins bara, maður spyr sig. Merkileg framsetning hjá þér. Takk fyrir að koma í þáttinn, Jón Thoroddsen. Við fáum Jónas Kristjánsson hérna rétt á eftir.